Komið sæl, í þessum fyrirlestri ætla ég að falla samfelldar líkindadreifingar í R. Og við ætlum að skoða aðferðir til að reikna líkur slembistærða sem fylgja normaldreifingunni, T, F og Q kvadrat dreifingunum. Ég mun aðallega fjalla um normaldreifinguna en þið munið sjá að það eru til sambærilegar aðferðir fyrir hina dreifingarnar þrjár. Við munum kynnast aðferð sem reiknar einfaldlega fyrir okkur líkurnar á því að slembistærð sem fylgir normaldreifingu, T, F eða Q kvadrat dreifingu sé minna eða jafnt á ykkur ákveðin tala. Við munum kynnast aðferð sem reiknar hvað x þarf að vera svo að líkurnar á því að slembistærðin x sé minna eða jafnt og þetta ákveðna x hljóti eitthvað tiltekið gildi. Og þetta skýrist vonandi hérna rétt og eftir ég ætla að sýna ykkur þetta myndrænt munin á þessum tveimur hér. En þriðja aðferðin, hún notum við til þess að herma gildi úr dreifingum, normaldreifingu, T-dreifingu, F-dreifingu og Q kvadrat dreifingu. Og ég sýni ykkur það líka hérna rétt á eftir þið förum inn í R. Byrjum á normaldreifingunni. P-norm aðferðin, hún gefur okkur líkurnar á því að slembistærðin x sem fylgir normaldreifingu með stikana μ og sigma í öðru, munið að við notum þennan hérna rithátt fyrir slembistærði sem fylgja normaldreifingu, við gefum upp stikana μ sem meðaltalið og sigma í öðru sem dreifnina. Svo P-norm aðferðin reiknar líkurnar á því að x taki gildi sem minna eða jafnt og eitthvað viðmiðuna gildi litla x. Við mötum aðferðina með þessu viðmiðunargildi x, μ og sigmu. Passið ykkur á því, við mötum aðferðina með sigmu en ekki sigma í öðru. Svo við mötum hana með staðalfrávikinu en ekki með dreifninni. Og eins og ég segi, P-norm aðferðin reiknar fyrir okkur líkurnar á því að slembistærðin x sé minna eða jafnt og þetta gildi sem við mötum hérna inn í aðferðina. Ef við hugsum okkur eitthvað dæmi, hugsum okkur að slembistærðin x tákni hæð karlmanna, segjum sem svo, og ef við ætlum að reikna líkurnar á því að hæð karla manns valin af handahófi sé minna eða jafnt og 170 cm, þá x einfaldlega 170 og svo mötum við hana með meðaltali í þessari dreifingu og hæði karlmanna og staðalfráviki í dreifingunni og P-norm mun gefa okkur þessar líkur. Q-norm aftur á móti, hún gerir rauninni akkurat það öfuga. Þá þekkjum við líkurnar og við viljum finna hvað þetta viðmiðunargildi x þarf að vera svo þessu sé uppfyllt, þessu skilyrði hér. Og við mötum Q-norm aðferðina, til að biðja ykkur afsökunar, hér væri skynsamlegra að nota lítið p í staðinn fyrir x. Við mötum aðferðina með þessu litla p, aftur stikunum μ og sigma. Og ég ætla að leyfa mér að fara núna eina glæru áfram til þess að útskýra aðeins betur fyrir okkur Q-norm, P-norm og munin á milli þeirra. Hugsum okkur svo, hér höfum við normaldreifingu og í þetta skipti ætla ég bara að vinna með stöðluðu normaldreifinguna. Þannig að þessi normaldreifing hefur meðaltali 0 og hún er með dreifni og staðalfrávik jafnt og 1. Og ég tók það nú ekki fram, ég ætla að fara aftur eina glæru aftur á bak, að sjálfgefnu stillingarnar, ef við mötum þessar P-norm og Q-norm ekki með gildunum á μ og sigma, þá eru sjálfgefnu stillingarnar 0 og 1. Svo ef hún fær ekki gildi á þessum stikum, þá er gert ráð fyrir að við séum að vinna með stöðluðu normaldreifinguna. P-norm, við mötum P-norm dreifinguna með einhverju gildi x og þetta x er hvar erum við stödd hérna á þessum ás. Og það sem P-norm dreifing fyrirgefið aðferðin skila mér er þá þetta flatamál hér frá í þessu tilviki mínus 1,65 og niður í þennan hala, sem í þessu tilviki er jafnt að líkurnar á því að slembistærð sem fylgir stöðluðu normaldreifingunni sé minna eða jafnt og mínus 1,65.
Svo P-norm gefur okkur þessar líkur sem eru jafn þessu flatamáli hér. Og ef við erum sem sagt ekki með stöðluðu normaldreifinguna, þá mötum við aðferðina einfaldlega líka með stikunum á μ og sigma. Þetta var sem sagt P-norm. P-norm gefur okkur þessar líkur. Q-norm aftur á móti, við mötum hana með, og aftur ég að vinna með stöðluðu normaldreifinguna, en við mötum Q-norm aðferðina með stærðina á þessu flatamáli hér. Það er að segja þessum líkum. Við mötum hana með líkunum og það sem Q-norm aðferðin skilar okkur þá hvar erum við stödd miðað við að flatamálið okkur á vinstri hönd sé svo stórt sem í þessu tilviki þá 0,05. Svo P-norm gefur okkur líkurnar miðað við einhvað gildi sem við mötum hana með, hversu stórt þetta flatamál en við mötum Q-norm aðferðina með stærðin á flatamálinu og fáum upp hvar við erum þá stödd hérna ástum. Þetta var sem sagt munurinn á P-norm og Q-norm. Síðasta aðferðin R-norm, en R-norm hún einfaldlega hermir gildi sem fylgja normaldreifingu. Við mötum R-norm aðferðina bara með fjölda gilda sem okkur vantar og svo stika í þeirri dreifingu sem við ætlum að herma upp úr og við fáum út vigur af mælingum sem jafn stór og gildinu og stikanum n. Aftur ef við erum að tala um hæð manna og ég get fullvissa mig það að hún fylgir normaldreifingu með einhver ákveðna stika, þá get ég dregið n margar mælingar, segjum 100 mælingar, þá myndi n hérna vera 100, úr þessari normaldreifingu og fengið hæðamælingar á 100 einstaklingum. Nú held ég að sé best að við förum inn í R-Studio og vinnum aðeins með þetta þar. Og í þetta skiptið ætla ég ekki að nota einhver gögn, af því við ætlum bara að vinna með þessar dreifingar. Við ætlum ekki að nota gögnin úr púlsgagnasettinu í þetta skiptið. Og við opnum R-Studio og við byrjum bara ágætt að byrja bara með nýja skipanaskrá. Og við skulum byrja á því að skoða hvernig virkar þessi P-norm aðferð. Og að því ég var að tala um hæð einstakling áðan, þá ætla ég að láta slembistærðina mína x fylgja normaldreifingu með stikana μ jafnt og 1,80. Ég fletti því upp á Wikipedia að meðalhæð norræna karla 1,80 cm og staðalfrávikið í þessari dreifingu jafnt og 7. Þannig að ég ætla að skrifa það hérna að því nota þennan. Rittátt x fylgir meðaltalið jafnt og 180, staðalfrávikið jafnt og 7 og dreifnin þá 7 í öðru. Því að nota þennan rittátt sem heitir μ, sigma í öðru. Ef ég vil einfaldlega reikna líkurnar á því að x, slembistærðin mín x sé minni, og í rauninni alveg saman hvort ég segi minni eða jafnt og þetta samfelld slembistærð, að ef ég dreg mann af handahófi og vil finna líkurnar á því að hann sé lægri en 1,70 í loftinu, þá ger ég það einfaldlega með P-norm, þá miðgildi mitt 1,70, meðaltalið í dreifingunum minn 1,80 og staðalfrávikið 7. Passið ykkur ekki matana með dreifninu heldur staðalfrávikinu. Og ég fæ út að líkurnar á því milli 7 og 8%, 7,6%, eitthvað svoleiðis. Ef við myndum vilja finna líkurnar á því að ef við drögum manna handahófið að hann sé hærri en 1,70 cm á hæð, þá verðum við raunin að snúa þessum líkum við. P-norm aðferðin mín, hún horfir alltaf til vinstri, niður í dreifinguna, eins og við sáum ef ég fer aftur í myndirna mínar hér. Við erum alltaf að horfa til vinstri. Þannig að ef við viljum kanna líkurnar á hún sé stærri, þá erum við einfaldlega að snúa þessum líkum við og gerum það hér. Við viljum reikna líkurnar á því að x sé stærri heldur en 1,70 og þá vil ég stela þessari línu kópurina hér. Þá það einfaldlega 1 mínus líkurnar á því að hún sé minni, ekki satt. Við getum skrifað það hér. Þetta jafnt og 1 mínus
p að x minni en 170, ekki satt. Svo muniði það, þessar aðferðir þar horfa alltaf til vinstri, niður í vinstri halan. Þetta var p-norm, en eigum við að skoða líka q-norm og segjum sem svo að nú viljum við vita hvar, og aftur skulum við horfa á myndina hér, og nú ég ekki með stöðluðu normaldreifinguna, heldur einhverja aðra dreifingu, en ef ég vil vita hversu hár þarf einstaklingur að vera, svo hann tilheyri ekki hópi, ég var að segja 10% lægstu einstaklingana. Þannig ég vil hugsa með mér, eða í þessu tilviki 5%, notum það bara, hvar stend ég hér ef 5% af einstaklingunum eru mér á vinstri hönd, þar að segja eru lægri í loftinu. Og þá notum við einfaldlega q-norm, mötum hana með 0,05 og svo þurfum við að gefa gildin á stikunum okkar 1,80,7. Svo 5% af 5% karlmanna eru þá lægri en 168,5 cm á hæð. Ef ég ætlum að vera, þetta sem sagt hópur 5% lægstu, og ef við ætlum að finna hóp 5% hæstu, og þá ekki lengur 5% mér á vinstri hönd. Nú ég alveg að klúra þessu hérna. Ferum hérna inn í glærurnar. Ég vil vera í hópi 5% hæstu. Þannig að þá það hérna hægri halinn. En þegar við horfum alltaf til vinstri, þá munum við mata aðferðina með ekki 0,05, því þá varum við hér niður í vinstri halanum, heldur 0,95. Þá eru 5% hærri en þá væri 95% lægri. Gerum það svona og sjáum að það 1,91 cm rúmur á hæð. Skoðum líka þeim sem svo hermum nú hæð 100 karla. Þá notum við R-norm og R-norm og við munum að við þurfum að mata R-norm aðferðina með fjölda einstaklinga og svo ætlum við að mata með my og sigma. Og nú ætla ég ekki að geyma þetta í neinu, heldur ef ég keyri þetta bara svona þá birtast mér 100 tölur þar sem búið að draga úr þessari normaldreifingu, en ef við ætlum að nota þær eitthvað eftir þá skulum við einfaldlega skýra þær hæð. Þá á ég núna hérna vigur með 100 gildum sem eru gildi dregin úr normaldreifingu með meðaltal 180 cm og staðalfrávik 7 cm. Fínt Förum þá aðeins aftur yfir í glærurnar, því mér langar aðeins að sýna ykkur hvernig við búum til normaldreifingarrit í R. Og aðferðin QQ-norm teiknar fyrir okkur normaldreifingarrit. Og við mötum hana einfaldlega með nafninu á vigrinum sem inniheldur mælingarnar og þá mun hún teikna fyrir okkur normaldreifingarrit fyrir það mælingar. Aðferðin QQ-line mun svo teikna línu inn á ritið sem auðveldar okkur að lesa út úr því. Prófum þetta. Segjum sem svo að nú vildum við ganga úr skugga að þessar hæðamælingar fylgi normaldreifingu. Þá notum við aðferðina QQ-norm, mötum hana með nafninu á vigrinum þar sem mælingarnar okkar eru geymdar og hér fáum við út normaldreifingarrit. Til þess að bæta við línu notum við svo QQ-line. Gleymi ég að setja nafn á vigrinum og bætum línunni við. Hér getum við leikið okkur að fara í 1000 hérna, 1000 mælingar, þá erum við komið með 1000 punkta hér og hér fáum við línuna inn. Ég man ekki hvort ég nefndi áður, við getum alltaf stækkað þessi rit svona
og við sjáum hér að langflesta mælingarnar liggja svona þægilega upp að þessar ágætu línu. Það eru svona örfáir útlagar hérna, en þetta ætti nú alveg að ganga, enda voru þessi gildi hermd úr normaldreifingu. Þetta var normaldreifingarrit. Í lokin langar mig bara að nefna að það eru til sambærilegar aðferðir fyrir TF og kíkvaðradreifinguna og þær virka í rauninni nákvæmlega eins og aðferðirnar skoðum fyrir normaldreifinguna, nema það að T-dreifingin, hún hefur jú ekki 2 stika eins og normaldreifingin, þannig við mötum bæði PT og QT þar sem P og Q hafa sömu merkingu áður. Við förum aftur hérna upp, sömu merkingu hér, P og Q. Þannig að nú mötum við með viðmiðunargildinu og svo fjöldi frígráða í T-dreifingunni. Það er eini stiki þeirra dreifingar. Sama fyrir kíkvaðradreifinguna, við mötum viðmiðunargildið eða þá líkurnar í Q-aðferðinni og svo fjölda frígráða og svo að lokum í F-dreifingunni sem hefur 2 stika sem við köllum frígráður 1 og frígráður 2 að við mötum PF með viðmiðunargildinu og fjöldi frígráða 1 og fjöldi frígráða 2 og QF aftur með líkonum og fjöldi frígráða 1, fjöldi frígráða 2. Og eins og ég segi, þetta eru alveg sambærilegar aðferðir og með normaldreifinguna og þið skulið endilega prófa ykkur áfram með þetta. Ég ætla að hætta í bili. Takk fyrir þetta. Bless, bless.